Samkvæmt aukafjárveitingu til löggæslu í landinu þá verður lögreglumönnum fjölgað 44 á þessu ári og hlutfallslega þá mesta fjölgunin hér á Húsavík. Hvað fjölgar mikið hjá ykkur og eruð þið búin að ráða í þessar stöður? Já, það gert ráð fyrir því að hér fjölgi 3 lögreglumenn og það hafa nú þegar verið skipaðir 2 og við vonum að þegar svona í sumar eða þegar fyrir hausta þá getum við bætt inn 3. við. Þannig að þetta var sannarlega kærkomin viðbót við þetta lögreglulið og við erum auðvitað ákaflega ánægð með þessa forgangsröðun Alþingis og ríkisstjórnarinnar. Umdæmi þitt, það stærsta lögregluumdæmi landsins, þannig að þetta hlýtur að skipta miklu máli að fá auka liðsmenn til starfa. Já, það skiptir miklu máli fyrir lið sem telur ekki nema 6 vaktgangandi lögreglumenn í lok svona þessara niðurskurða ára, þá skiptir það verulegu máli. Þannig að útkallstími hér að jafnaði óvenjulega langur, eða getur verið það þegar vettvangur fjarri starfsstöð lögreglu og þannig að þetta hefur mikil áhrif vonandi og við erum raun og þegar farin að sjá það að við höfum rýmri hendur við það skipuleggja löggæsluna þannig að hún verði sýnilegri og vonandi erum við betur í stakk búin til að takast á við þau viðfangsefni sem upp koma. En þið eru sem sagt með starfsstöð hér á Húsavík og á Þórshöfn? Já, þetta eru 2 varsvæði sem svona segja má að markist af Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu. 2 lögreglumenn staðsettir á Þórshöfn og sinna Norðursýslunni og síðan er aðal lögreglustöðin hér á Húsavík og þetta eins og nefnir, þetta mjög víðfeðmt svæði, bæði hér með ströndinni, þetta eru 7 þéttbýlisstaðir, misjafnlega litlir og stórir og fram hér með ströndinni og svo hér fram til heiðar leikum við að segja, umdæmið nær hér langt fram í langt inn á hálendið og þar eru verkefni lögreglu líka. En þetta í rauninni einhver fjölgun hjá okkur? Eru ekki þið og önnur lögreglu embætti í rauninni bara að ná tilbaka niðurskurði síðustu ára? Jú, það má orða það þannig og það ákaflega gleðilegt að það skuli gerast, já, í það minnst þó þetta fljótt. Þessar tillögur reyndar varðandi þetta umdæmi gera ráð fyrir því að það fjölgi þó 1 lögreglumann og það afar ánægjulegt og veitir ekkert af því að vegalengdirnar hér eru svo miklar. Mál sem að einfalt að leysa í þéttbýlinu, til að mynda hér á Húsavík, einföld verkefni, afbrot sem sinnt á kannski innan við klukkutíma, jafnvel með aðkomu heilbrigðisstarfsfólks og viðeigandi skýrslutökur og svo framvegis. Að þetta svona verkefni getur þegar komið hér út á mörkina, þetta getur tekið lungað og heilli vakt þegar að aksturinn síðan orðin 300–400 kílómetra, svona þegar vestlætur. Það styttist í sumarið og sem þýðir að það verður mun meira að gera hjá ykkur hér í lögreglunni því að það fjölgar svo mikið fólki hérna á svæðinu og það hefur nú áhrif á starfi hjá ykkur. Já, það gerir það. Það má segja að þetta sé að verða eitt af megin einkennum þessa svæðis. Það það hvað sveiflurnar eru miklar. Hér koma tugir, hundruðir mögulega, þúsundir ferðamanna. Bara í hvalaskoðun hér á Húsavík, milli 50 og 100.000 eftir sem ég kemst næst. Og svo náttúrulega Mývatnssvæðið sem eitt fjölsóttasta ferðamannasvæði landsins. Og þetta hefur gríðarlega áhrif á okkar verkefni, málum fjölgar og annir lögreglu aukast einfaldlega í samræmi við ferðir fólks hér á svæðinu. Þannig að já, það mikil sveifla. Þyrftu þið jafnvel að hafa fleiri starfsstöðvar? Já, ég viss að það væri gott að vera með lögreglustöðum í Mývatnssveit yfir háannatíman og
það var nú hér í eina tíð að þá var, ef ég fer rétt með, var stofa þar og sitjandi lögreglumaður að minnsta kosti tíma ársins og það má svo sem segja það sama með byggðirnar hér austur úr, það væri auðvitað mjög gott en það verður auðvitað ekki á allt kosið og við gerum það besta og spilum úr því sem okkur er skaffað.